ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamálið hér á höfuðborgarsvæðinu. Samræmi milli stefnu og loforða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu. Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá degi að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér, samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneytið orkukreppa framundan vegna Hormússunds og Íransstríðs. Hvað með vistvænar horfur í samgöngum? Eru sem stansi mörg mál sem brenna á bíleigendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur. Og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FÍB. Vertu velkomin, Runólfur. Já, takk. Þið nú væntanlega ekki félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða korteri fyrir kosningar en þú hlýtur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn sem borgarfulltrúar tala fyrir kosningar. Mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð? Svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnarbíói þar sem heimildin stóð fyrir kappræðu. Ég held að hafi verið 4 frambúða 11 sem eru með svona miklar efasemdir allavega 3 borgarlínu. Hvernig horfir þetta við þér? Já, við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem var settur á fyrir allmörgum árum, það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt. Já. Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma. Já. Og vantraust á milli ríkis og borgar. Það hefur líka ríkt en það liggja fyrir þarna einhverju samningar. Síðan hefur eins og ég segi þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka. Það eru þetta stöðugt í endurskoðun í sjálfu sér. Menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir. Það skiptir ekki máli hvort þetta heitir borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli, heldur bara að vera að reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag. Sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda. En tekur FÍB afstöðu til borgarlínunar? Í sjálfu sér ekki sem slíkt. Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál en markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtök að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstursstefnur milli gangandi, hjólandi, tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökuleiður ökutækja. Já, og manni dettur í hugsunum þegar maður skoðar tímabilið, jafnvel 20 ára aftur í tíman, að sumt hefur tekist ágætlega. Það töluvert meiri umferð gangandi, það hafa verið lagðir margir stígar, hjólastígar, en við erum á sérstaklega á tilteknum tímum lengur og lengur að komast milli staða og þetta náttúrulega mjög há tala, hvað þetta, 94 klukkutíma? Já, sem kom fram í einhver nýri rannsókn, já. Það sem maður hort upp á að það var farið í ákveðna forgangsröðun fyrir strætó, til dæmis á Miklubrautinni. Svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent að þetta. Ég og þú getum verið fastir á Sæbrautinni og strætó við hliðina á okkur og alveg jafn fastur. Þannig að það léttir ekkert á neinni umferð að hafa almenningsvagnarkerfið lokað inn í þeirri umferðarteppu sem hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sinnt almennri uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa aukna bílafjölda sem við erum að sjá á götur 40 viku sem bættist við. Já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fylgt aukin fjöldi ökutækja.
í allt á mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennilegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur. Það hefur verið þrengt að til að mynda vistun barna á leikskólum hefur farið í þann farveg að það hefur jafnvel þurft að fara með barn úr Vesturbæ upp í Breiðholt eða öfugt. Þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur í því á einhverjum ákveðnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri. Við vorum mjög upptekin af því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins af því hvað þess að tafir kostuð okkur. Og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis. Við erum enn að sjá það að börn þurfa jafnvel að sækja einhverja íþróttir eða tónlistamenntun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölög eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stór aukin samvinna á milli sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Við séum ákveðnar áætlanir uppbyggingu samgönguleiða, til dæmis en svo kallað ofanbyggðaveg. Síðan bara ákveðið sveitafélagi að byggja ofan í þennan ofanbyggðaveg. Þannig að hann bara dottinn út á kortinu. En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélagi? Já, það mín skoðun og það væri eðlilegast að hafa eina höfuðborgarstjórnun, höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfastjórnir þess til hliðar. Það myndi auðvelda þetta samtal, það myndi auðvelda þessa heildarsýn. Það myndi auðvelda það mjög mikið. Við sjáum núna til þessar ágreiningar á milli Kópavogs og Garðabæjar atvinnuhúsnæði versus íbúðarhúsnæði. Þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri í samfelldu flæði á milli þessara sveitafélaga og ekki þannig og við munum þetta fyrir nokkrum árum þá kom þessi ágreiningar á milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverja tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar. Svona á ekki þurfa að koma fyrir. Það á bara að vera í góðri sátt og til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almenningssamgöngukerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru. Markmiðið auðvitað að tryggja sem öruggast flæði almennings og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt. Sem hefur svolítið verið að klikka. Já, og við til að mynda við mista kynslóð ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að barn sem að næra ákveðnum aldri það þarf alltaf að fara að borga fullorðinsgjald í strætó. Já, það er aldeilis ekki ókeypis. Nei, og við heyrum þetta fyrir hverja einustu sveitarstjórnarkosningar. Nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn. Og það vissan hátt eitthvað komið til mótsvið og það mismunandi eftir sveitafélögum. Það er ekki samhæfing á milli sveitafélagana þó strætó sé svona sameignar sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að síðan höfum við ákveðin eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ, það ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn. Og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræði fyrir kosningar en síðan dagar þetta eitthvað uppi. Já. Og til dæmis börnin mín sem eru yngstu 2 sem eru töluveri notendur strætó segja það sé alveg hægt að treysta strætó í svona einföldum ferlum þegar kemur að flutningum á milli hverfa. Já. Þá verði allt svolítið flóknara og ófyrirsjáanlegra og stundum standist áætlun ekki. Já, auðvitað ætti að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir, til dæmis eins og tenging á milli ákveðna hverfa sem er bara alltof erfið eða flókin, til dæmis Efra Breiðholt og Kópavogur, það er erfitt að komast þar á milli, er ekki einhverja leiðir og það er aðeins örlað því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varandi það að auka vægi almenningssamgangna sem er nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og er hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafa þeir farið í það að eina leiðin til þess að auka hlutfall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki, það sé að hindra
aðra umferð sem ég held að sé bara alröng hugsun og við höfum séð þess að viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis virðist stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti eins og ég hef komið að margótt þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum sem hafa markvisst verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undirstofnaðar. Þú myndir vilja sjá meira á því? Já, það væri bara mjög eðlilegt og við höfum séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar og ég held að það væri bara líka hennum almenna borgara mjög til ágætis ef hann gæti bara fara í frjálsu flæði og þetta ekki vera að stoppa á ljósum alltaf og þá ég sérstaklega að tala um gangandi og hjólandi og og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfirfrakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngumáta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með þessum bestum og eðlilegustum hætti. Við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis það sem bara mjög hættulegt að vera á hjóli og af því að það þarf að stá saminast bara almennri bílaumferð. Það er verið að bæta úr þessu en þetta hefur tekið allt of langan tíma. Við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman til Skandinavíu þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum. Það var bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda. Hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerði ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi. Nei. Sem þetta er alveg kolrangt í sjálfu sér sko. Og svo nú ekki ókeypis að reka bíl. Nei, þetta er dýr útgerð. Og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl. Þurfa ekki að reka bíl. Og síðan er kannski fjármögnun þessara því að borgarlínan eitt síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ líka í Vogahverfi mögulega stokkur líklega þá jarðgöng undir Miklubraut þetta muni verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu og en þetta öllum framförum fylgir rask og það er sjálf sér skiljanlegt en svo það fjármögnun þessara hluta það jú ríki hefur lagt til ákveðið land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýðum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvaða tekjur kom út úr því og maður óttast það líka að ef að menn alltaf fara kannski að keyra þau verð upp úr öllu þá hafa það áhrif á húsnæðismarkað og svo framvegis. Gæti gert það. Síðan það þessi töfralausn að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin sem að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem sagt íbúar úr efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og Hvað finnst þér um það? Við erum alfarið á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög með misjöfnum hætti á fólki og bitna langvest á þeim sem hafa minnst umleikist af því að í þessari hugmyndafræði sama rúllugjaldið fyrir 500.000 króna bíl sem vegur 1000 kíló og 25 miljónar króna bíl sem vegur 3 tonn þannig að það er engin sanngirni í því. Nei. Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá var því frekar mætt með það væri bætt 10 við kílómetragjaldið sem núna er rukkað yfir eitthvað tímabil til þess að mæta þessu. Við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið stundum til þess að bara draga úr umferð það virkar ekkit alltaf mjög vel þessum dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregið úr umferð það er bara vex það er samt valkostinir með almenningssamgöngu bara og allt öðru plan heldur við þekkjum hér eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósanngjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það er alltaf gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur en að þessum sem koma
úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæðið. Þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla þetta. Sko, ég hef nú verið lengi í þessum fréttamannabransa. Ég hugsi ég geti staðið þetta fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar færu bara í þá innviði sem við þurfum. Og við þurftum ekki sérstaklega að greiða veggjöld. Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skilað til innviðaframkvæmda. Já. Og sérstaklega var þetta eftir sko bankahrunið, þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu. Já. En því var í rauninni aldrei skilað. Einu sinni voru þessi skattar eyrnamerktir. Fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð. Það er rauninni voru hérna, það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð. Það er þetta farin út bensíngjaldið eða vörugjaldið 2 á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallaða á dísilolíuna en síðan er bifreiðagjald og það er borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landi og svo framvegis. Þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla. Þetta er eitthvað yfir 100 milljarðar á ári. Svakalegt. Og þegar að hérna við horfum svona yfir meðaltali þá kannski það bil 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins. Og þá auðvitað vitum við líka að það er mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slysakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og auðvitað samfélagi heild sinni að því að hver slasaður hann er ekki bara mannlegur handmenningur, heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis. Síðan er það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það. Eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega allan þennan kostnað er einkabíllinn sem samt alltaf henni vondi sko. Og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðalans kannski í nafni byggðastefnu þá er það ekkit óeðlilegt því við viljum tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannað með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það. En svo fara menn í svona einhver æfingar eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðustu áramót og þá er sagt að nú væri sú staða að þeir ætti að borga sem notuðu. Einu sem eru látnir borga fyrir sína notkun og ríflega það er þeir sem eru með léttari og neyslugrænri fólksbíla. Það er alveg sama kerfi í rauninni, bara heitir núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga, fyrir rúturnar og svo framvegis. Þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyðslugrænri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið. Og þegar á þetta er bent þá segja menn nei þetta er bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko fara litli bílarnir eyða svo litlu á göttunum að það er valla marktakt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eyða og spenna göttum en það er samt veruleg munur á 3 tonna bíl og 1500 kílóa bíl. Það er þarna 16 faldur munur á sliti á göttum og síðan á nöglum er þetta marktækt og miklu meira. Þannig að sko við getum ekkert hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ryki í auga almennings og þarna ef að til viðbóta kemur síðan vegtollur sem bitnar þá harðast á þeim sem er að reyna að fara með þessum ódýrstum hætti á milli staða þá er það líka bara til að auka enn á ósangindina. Nákvæmlega. Sko svo er annað sem hefur breyst til dæmis á þessu kjörtímabili núna það er verið að rukka mann víða þar sem það var frítt að leggja og til dæmis að leggja við krónuna á Hallveigarstíg í Bíðarskammt frá. Það er ekki langt síðan þeir hófu gjaldtöku þar. Nei.
og hvaða stórmarkaður sem það er að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í stæði fyrir það. Já. Þetta er bara eitthvað algjörlega öfugsnúið í mínum huga. Já, hafið þið mótmælt þessu? Já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir 2,5 ári síðan og með kærum síðan til Neytendastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan. Eina sem hefur gerst er að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 20% vís á ári hverju. Já. Og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessari innheimtu, þau eru bara eftirsóttur valkostur á markaði fyrir fjárfesta. Já. Og menn setja þetta í alls konar fallega búning. Þeir eru að tryggja þér aðkoma á stæðum í hverfinu með því að setja upp gjald þarna. Já. Og við sáum þetta bara þegar menn ákvaða að setja upp gjaldskyldu við Domus Medica. Já. Og það er fullt af stæðum í kring, þetta er borgarland, þetta er leigulóð. Já. Og þjónustaðalinn sem rekur rekstur á húsnæði, hann gerir samning við gjaldtöku fyrirtæki og það er 800 krónur á klukkutíma. Ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur. Og þetta er allan sólarhringinn. Áður nýttu íbúarnir á kvöldinu og helgar þessi stæði. Já. Það er ekki hægt lengur. Af því að það er enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhring, á klukkutíma og með að geimi bílinn hann hugsanlega yfir helgi. Þannig að sko það þrengdi mjög að öllu hverfinu. Já. Það sem var lítið frambúða bílastæðin fyrir. Já. Og hvað sem fólki líkar að betur að verð, þá er ekki til svona 0,4% bíl eins og sumstaðar er verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð. Já. Þannig að þetta er óþolandi. Og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem er í nágruninu. Já. Og við sjáum það til dæmis stóru húsnæðisfélagi en þeir eru að samþykkja á sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir til þess að tryggja, þau eru alltaf sett í svona einhvern búning til þess að tryggja og auka valkost fólks og jafnvel sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðrar samgöngum á það. En í grunn er þetta bara græðgi. Já. Og við höfum kallað þetta græðgisvæðingu. Við sögðum báðir orðið á sama tíma. Og sem dæmi, það er nokkrar tölur sko, fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem er öflugir þjónustaðalar vítt og breitt um landið. Já. Eru með svona app og þjónustu og bílastæðaþjónustu. Já. Þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum einkaaðila í Reykjavík. Og nú eru þau 24 talsins. Já. Þannig að það er 50% fjölgun á einu ári á þessu. Þetta sér bara hvernig bólgan er sko, eins og bara stóði í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessum fyrirtækjum. Vannýtt auðlind. Og Green Parking er núna með 15 bílastæði í rukkun í Reykjavík. Fyrir 2 árum var Green Parking með 7 slík stæði. 100% aukning. Og þetta er bara að vaksa og vaksa og vaksa. Afsakið þetta. Ekkert mál. Og ekki er það nú skárra með ferðamannastaðinu út á landi. Nei, og þar erum við að sjá alveg sömu þróun. Nú er rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum. Þá voru þessi staði 43. Já. Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma. Já. Þannig að þetta er bara því miður. Sko, við vorum munum það kannski sum að innviðar á þeirra var fyrir því, hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreiðslugjald vegna aðkomu að bílastæði við á Grundarfirði. Já. Og hún fór með þetta á samfélagsmiðla. Já. Og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og við fórum í lok ágúst á fundi á þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plassíður að tillögum
meðal annars inngrip hins opinbera varðandi þessi mál af því þetta svona eins og við höfum kallað eins og villta vestrið bara, menn fá bara að gera það sem vilja og þessi spretthópur kannski enn að störfum hann er langklöp og en það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar núna í ár að það var hugmyndin að þetta yrði sett inn í löggjöf ákveðin atriði markaðssetningarlöggjöf til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að Neytendastofa setti svona ákveðina svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku af bílastæðum sem og búið að gera síðan skal tekið fram en það eru bara ábendingar Neytendastofa hefur engin úrræði þeir settu sektir á þessi bílastæði á sín tíma eftir kvörtun frá FIB öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Ísavía með þetta ykkur fyrir úrskurðarnefnd og það búið að taka 1 ár eða meira og enn ekki komin úrskurður og þetta nú ríkisfyrirtæki Ísavía og sama, eins og við höfum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum síðan þetta var gert athugasemdir sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytendaviðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist einhverstað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það þannig að það gerðist ekkert og þarna vantar eitthvað úrræði þetta frumvarp til markaðssetningarlaga sem ráðherra nefndi í janúar það ekki komið fram og mun vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustþingi þannig að enn tefst þetta við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar og mér finnst ábyrgð yfirvalda gríðarlega mikil og við höfum talað um þetta hvernig flæðið á stæðunum eins og við nefndum þetta við Eiríksgötu eða við Domus Medica þetta umferðin leitar alltaf eitthvað, þetta er svo vatnið og sama við þegar við erum ætlum að fara sem dæmi ég eitt í samt við Porkalína sem ég verð þó að segja eins og Suðurlandsbraut að ég hef nú heilt líka í rekstraraðalum við Suðurlandsbrautina þeim líst nú ekki að blíkuna og það stendur til að taka af þeim bílastæði líka og síðan fjækka akrinum niður í 2 eina í sikkur átt og sem núna eru 2 í sikkur átt þetta stoppbraut inn í hverfinu þarna það sem við höfum bent á og margir aðrir líka fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífi í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða, hún mun leita inn í hverfin við getum séð bara á Google mappin okkar það er að hafa ákveðna traffikstillingu það sem að sýni bara hvar símarnir okkar að ferðast að þegar að vinnustæðir að loka í eftirmiddaginn og á mótnan fólk að leita vinnu þá sjáum við í ákveðnum íbúðakörfum gríðarlega þungað umferð af því að fólk að leita sér styttingar þú getur ekki bara lokað hægri beygju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvaða afleiðingar hefur fyrir umhverfið þannig að þarna finnst manni líka stundu vanta þessa heildarhugsun Það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið, það? Þegar hún einu sinni orðin, hún þá ekki bara lögmál? Já, það ekki alveg reynt á hvort þetta hrindinni, en það vantar allan all regluverki og löggjöfina. Þú getur nánast með afnóta lóð, leigulóð eða engalóð, þá getur þú farið að taka gjald og það telt bara afnóta gjald. Já. Og þú þarft ekki sérstætt leyfi. Nei, sem einkennilegt. Já, mjög einkennilegt og eins og til dæmis við sumar náttúruperlur þá með að halda að þessi líka til dæmis bara ganga frá staðinu þannig að þau verið fullnægjandi en þau eru alveg geta þess að bara verið einhver malar plan sem að vegagerðin rutti til á sín tíma. Já, maður hefur verið mjög hissa á því að á sömum bílastæðum þar sem rukka, þar sannarlega mjög góð þjónusta. Það einhver sjoppa, þú getur farið á klóstið, þú getur fengið þér vatndrakka og eitthvað. En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt. Jú, maður sér ekki réttlætt í því. Nei, og svo líka jafnvel að menn hafa rutt upp í bílastæðum á túnblettum
og það er vitað að þarna eru gljúpjarlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða einhver bíll mistir niður olíu þá er það bara komið hann í jarðvatnið. Það er engin svona hugsun heldur út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis. Þannig að það þarf aðeins að, og ég nefndi þetta áðan sko, til dæmis hérna, það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræðgi. Eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru farin að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur. Þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti að því að það er búið að fá styrki frá einu opinbera til þess að byggja upp aðstöðu. Þannig að það er búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt. Skilist í þessu styrkjum að það sé ekki gjaldtaka. En einhver hluta vegna verið bílastæðagjaldtakan vera utan við það. Það er bara rukkun fyrir bílastæði. Við höfum, sko, samtök ferðaþjónustunnar hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðför að sinni starfsemi af því að þetta hindrar auðvitað almenning og marga að komast að svona perlum. Ferðamálastofa sem er opinbert batteri sem hefur milligöngum þessar styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu til bara eðlilegt og það er heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða gólf. Það er alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta og þarna, við teljum þarna að þessi opinbera aðili, til dæmis ferðamálastofa, hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma, við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurni frá okkar systurfélögum meðans frá Þýska klúbbnum sem er gríðarlega öflugur. Við erum að tala um klúbb sem er með 25 milljónir félagsmanna og það er valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bíllegubíl sem er ekki félagi í þessu félagi. Þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku. Þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlilega há og hún er án svo víðfeim. Hún er bara, og bara fyrir venjulega sko, barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landið. Þá er þetta allt í raunum veruleg hérna útgjöld, bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum. Þannig að eins og ég segi, það verður að stemma stígum við þessari þróun. Það er eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað þjónust sem er að bjóða eitthvað svona en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna. Að rukka fyrir enga þjónustu. Já. Sko Runulur, við komumst ekki mikið lengra, tími okkar er svona nánast rótin eins og ég sagði í inngangnum, ég langar aðeins til þess að fara með þig að Íransstríðinu og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið. Hún er náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripið til ráðstafana. Það er orðið verðlagseftirlit virkjað, það kom að auka fjárveiting. Mér langar að byrja á því að spyrja þig, kom það þér á óvart að til dæmis tilteknir flokkar í stjórnarandstöðinu og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlagseftirlit? Já, það kom með verulega óvart. Eins og ég hef sagt ykkur staðar ef það hefur ekkert að fela fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlunaður og sannreinir það að svo sé. Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákeppnismarkaður og það er svo einkennilegt að menn hafa meira sér vísað í sko Adam Smith. Þetta sé þvert á hans kynningar sjálfsa markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur. Þetta er einmitt akkurat í anda Adam Smith. Það er eins og hann sagði þegar 2 eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman, þá líður ekki á löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum. Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem auðvitað hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppvísa því að vera með samráð verðlagningu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara horft að það sem náginnar að gera eða það er nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið er hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði þá lækkuðu félögin í samræmið það hvað virðisaukaskatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast. Nú sem betur fyrir ákveðið eftirlit með markaðnum.
við stjórnum engu með það hvernig þróunin verður á heimsmarkaði. Nei. Og maður ekkert allt og bjart sína því að það virðist vera að þetta eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun. Já. En það sem sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðrind að olíufélögin á Íslandi hafa markvisst á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra. Þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneyti hefur aukist. Já. Við höfum séð það að í þessu umhverfi þá er ekki sá hvati sem til staðar eins og á að vera í eðlilegu samkeppnisumhverfi að þú reynir að skera fitu af fyrirtækin og gera þið samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðvar og bensinstöðvar og svo er það bara önnur ella hvernig þú síðan losar þessar bensinstöðvar undan í sveitafélögunum. Það hefur verið umræðan það fyrir kostingar en við skulum bara sleppa því. En í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem er út af því að samkeppnisstaðan er þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverja stöð gangandi, opna án þess að sé mikil trafík. Þegar þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náðu síðan samkomulagið við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverja blokk. En eins og ég segi, en það er engin rekstrargrunur fyrir þessari stöð í rauninni í eðlilegu samkeppnisumhverfi. Og það er neytandinn sem borgar fyrir þetta. Já. Og eins og ég segi, við sem félag og persónulega er ég algjörlega á því að frjáls samkeppni sé hið besta fyrir almenning. En þá verður hún líka vera frjáls og örugg. Allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun, það bitnar á neytandanum. Og þess vegna er mjög gott að það sé aukið eftirlit. Ég hefði viljað sjá þetta bara vera að bæta, menn myndi bæta í þetta, ekki að vera að gera þetta takmarkandi að því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best vöruverð á hverjum tíma. Og við sjáum það á stærri mörkuðum, svo í Þýskalandi, Belgíu, þá er hið opinbera að hafa eftirlit með sölu og eldsneyti á þessum mörkuðum. Í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar kom á þá fóru menn að bjóða sama verðum all land í Danmörku og nú hefur okkar systurfélag í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þar í landi að það sé verið að bjóða óeðlilega há verð. Þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að rafbílarnir, þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin er aukast og við vitum það bara ef að það minnkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferður að bjóða eitthvað annað í staðinn eða þá að þú dregur úr kostnaði við að selja þann hlut sem þú varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinu opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem maður þarf. En hvert er hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna, hvað eru margir rafbílar eða? Það er langmest, sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna er að vörugjöldin voru snarhækkuð á sérstaklega tengil tvinnbíla og ákveðna eldsneytisbíla og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 þá var mikið með innflutning síðustu mánuð síðast ás. Mörg þessara ökutækja voru tollagreidd fyrir áramót en hafa síðan verið að koma á göturnar síðan þannig að það koma sér nýskráningar í byrjun þess ás. En það er eiginlega langblómlegu sala í rafbílum. 7/10? Já, líklega er það að tala þessar myndir og mun fara vaxandi. Og það er aukið framboð, mjög aukið framboð. Verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærilegt við
verð á eldsneytisbílum. Já. Eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim. Já. Við erum að sjá þess að við sjáum það er mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræðin heima, bara í heiminum allum hjá Norðmönnum. Það sem að það er yfir 90% af öllum nýskráningum í Noregi eru rafbílar og nú er allt í Noregi svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum er að lækka í Noregi því að það er minni eftirspurn eftir þeim líka, menn heldur kannski er þið akkurat auðvitað því að minna framboð en það er bara hinn venjulegi Norðmaður er búin að hann er komin út úr dragningkvíðanum og þeir eru búin að byggja innvinna þannig að það er mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó eigi einhverja hytt upp í fjöllum og þannig að það er bara orðið það sem að gildir og þannig að til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir en bara svo við komið í því þetta er bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum Leifsstöð við erum að tala Ísafjarðar áðan og það er nú hefur aukist umferð flugvéla og maður er stundum að fara upp í flugvéla sem er út á flugplani og þá fer maður í rútu og það er opin hurð og það er skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo er opnar hurðunar á vagninum og þú stað að býða svo lengi inn í vagninum og það er bara puðar illa mengandi gufum. Akkur ekki rafvagnar? Alveg með ólíkindum. Maður skilur ekki. Nei. Raun og veru, við komumst kannski ekki mikið lengra, við erum búin að fara yfir víðan völl, ég þakkaði fyrir að koma, það setur eftir svolítið svona sorgi mínu í hjarta að nú er kosningabaráttun að ljúka, við erum að fara að ganga til kosninga, engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi, hvað er rauninni, það yrði til mikil að bóta, við myndum sameina bara sveitarfélögin og hvað er mikil hagræðing á því? Já, það er alveg augljóst að það er eitthvað sem við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það og við búum við það á Íslandi að við erum með mun fleiri sveitarfélög heldur en í Noregi þannig að það er verk að vinna. Ég ætla að reyna að setja þetta á oddinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir 4. Já. En kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis takk. Við höldum áfram, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.